fara svolítið hratt yfir sögu til að byrja með og segja ykkur bara aðeins frá skólanum örstutt og hvernig við byrjum þessa vegferð sem við erum búin að vera í á undanförnum árum og svo förum við meira svona í kannski þessi verkfæri og hvað við erum að nota, hvað forrit og þess háttar. Heyrið þið ágætlega í mér? Mjög vel. Já, flott. Leikskólinn Iðavöllur er sem sagt á Oddeyrinn á Akureyri, 79 nemendur, 4 deildir. Þetta árið erum við með 31 starfsmann og það eru flestir sem sagt menntaðir leikskólakennarar eða með aðra háskólamenntun. Mottóið okkar er þar leikur að læra og við störfum sem sagt í anda Reggio Emilia. Það eru náttúrulega ýmsar rannsóknir sem sýna fram á það að þeir sem eru tvítengdir eða fjöltengdir standa oft höllum fæti í skólamálinu, sem er þá íslenska hjá okkur. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem þið þekkið væntanlega bara úr ykkar starfi. Og þess vegna er svo mikilvægt að leikskólarnir aðlagi sig að breyttu samfélagi og stuðli að góðu málþroska hjá þessum nemendum eins og bara hjá öllum börnum. Og það náttúrulega bara sýnir sig að þessi nemendur þegar þau eru svo búin að fara í gegnum grunnskólann og þau eru fæst að stunda nám á framhaldsskólastigi. Þannig að það er náttúrulega bara mjög mikilvægt að þegar börn eru kannski búin að vera 4 ár í íslenskum leikskóla að þau hafi fengið eins góðan grunn og mögulegt er. Og í fyrra þá litu tölurnar svona út að á Akureyri voru sem sagt tvítengdir nemendur í leikskólanum 68 og þá ég nota núna í framhaldinu alltaf bara tvítengd börn en þá erum við að tala um börn sem hafa íslensku sem annað mál eru tvítengd eða fjöltengd. Bara þannig að það sé alveg á hreinu. En 22 af þessum 68 börnum voru á Iðavelli sem eru þá 32% allra tvítengdra leikskólabarna. Og við á Iðavelli höfum verið með þetta háa hlutfall í þó nokkuð mörg ár. Á Eyrinni búa náttúrulega bara fjölbreyttur hópur íbúa. Oddeyrarskóli sem er hverfisskólinn okkar var tíma móttökuskóli. Þannig að þar var móttökudeild, er reyndar ekki lengur en fyrir vikið var komin ákveðin reynsla hjá okkur á Iðavelli og foreldrar erlendra barna hafa stundum valið Iðavöll umfram hverfisleikskólann af því að þeir vita að hér er sem sagt lögð áhersla á þessa vinnu. En árið 2016 byrjuðum við að sjá það að við vildum gera meira. Við fórum í sprotaverkefni í samstarfi við MSHA, sem er miðstöð skólaþróunar, við Háskólann á Akureyri og samhliða okkar vinnu tókum við þátt í þeirra verkefni með orðaleik. Og við fórum og skoðuðum hvað erum við að gera, hvað viljum við gera betur, við fengum fullt af fræðslu fyrir starfsfólk og komum okkur upp vinnulagi sem að hentaði okkar skóla og við töldum nýtast vel. Og þetta var mjög góður vetur og byrjum þarna eftir áramótin í meiri markvissri málurinn sem fyrir tvítengd börn sem ég kem aðeins meira að á eftir. Næsta vetur héldum við áfram og þá vorum við meira að koma til móts við fjölskyldurnar eða foreldrana. Af því hjá okkur þá er þetta náttúrulega 25% af fjölskyldunum. Og við vildum auka þessi tengsl, við fórum út í það, fengum styrk til þess að láta þýða handbók leikskólans yfir bæði á ensku og pólsku. Við gerðum skoðanakönnun meðal foreldra, við notum mikið túlkaþjónustu í þátttöku aðlöguninni hjá okkur þar sem þörf er á og eins þá breyttum við móttöku samtalinu þannig að það snýr líka að spurningu sem varða tungumál og siði og venjur og þess háttar. Þannig að það var þetta annað árið og á sama tíma héldum við náttúrulega áfram með þessa viðbóta málurinn sem að við vorum byrjuð á árinu undan. Við vorum ekkert hætt af því að 3. árið þá fórum við að tengja saman þess að 2 heima leikskólabarnsins, leikskólan annars vegar og heimilið hins vegar. Og að fá foreldrana með okkur í og við vorum með ótrúlega háleitar hugmyndir. Ætluðum að bara sigra allan heiminn og gera allt og þurftum svolítið að aðlaga svo námsgagnagerð af þeim tíma sem var raunhæft að nýta í þetta og þess háttar. En við fengum styrk frá verkfræðistofunni Eflu og KEA og Norðurorku og gátum keypt 4 spjaldtölvur sem við höfum sett í snjallforrit sem eru hvetjandi til íslensku notkunar.
og foreldrar eru þá heima að leysa verkefnin með barninu og eru með ákveðin fyrirmæli og eru þá að vinna með sama orðaforðan á þá heimamálinu. Og þetta höfum við haldið áfram með þessum hætti. Þetta mjög skemmtilegt og krökkunum finnst þetta náttúrulega mjög skemmtilegt. Og í töskunni svona lítill bakpoki með einhverjum verkefnum, spjaldtölvunni og það líka lítill lubbabangs af því að lubbi vill náttúrulega læra málhljóðun á öllum tungumálum. Og í fyrra þá voru við síðasta árið þá voru þær Rannveig Oddsdóttir og Íris Hrönn Kristinsdóttir sem eru höfundar að námsefninu orðaleikur. Þær fengu okkur áfram með í samstarf og einnig Krílapot á Dalvík og Árbæ á Selfossi. Þessi skólar hafa verið að vinna mikið með málörvun hjá tvítyngdum börnum og við héldum áfram í þessari vinnu að finna verkefni, þróa leiðir til að nýta orðaleikin í vinnu með börnunum og málörvun og svona deila reynslu, þannig að þetta var svona í anda lærdóms samfélagsins og mjög gefandi og gott samstarf. Orðaleikur nú veit ég hvort þið þekkið þetta námsefni, en þetta sem sagt á netinu og heimasíða sem bara ókeypis aðgangur að. Inn á henni sem sagt handbók, þar sem farið í ýmsar leiðbeiningar og hugmyndir. Það eru kennsluleiðbeiningar. Það eru myndasöfn sem hægt að sækja myndir í tengslum við orðaþemu og við spjallum bara til dæmis eins og farartæki, að þá fær maður bara beint inn á síðu eða býður svolítið. Og þarna eru myndirnar þá sem hægt að nota í hvað það sem að hentar í raun og veru hverju sinni. Þarna líka verkefnasafn og sem náttúrulega hluti af þessu sem að hefur unnist á þessum árum og bæði rafræn verkefni fyrir Bitsport, það eru rafbækur í Book Creator og heilmikið af efni frá leikskólanum og þar á meðal myndrænt skipulag þar sem hægt að prenta bara út og nota við sjónrænt dagskipulag. Það eru ýmis konar spil, bingo, spjöld og þess áttar í ákveðnum þemum og upplýsingar eða hugmyndir af málörvun. Af því að ég hef verið heppin og við höfum haft svigrúm á Iðavelli til þess að hafa kennara sem hefur haldið utan þessa vinnu og ég hef komið með hugmyndir fyrir samstarfsfólkið hvað hægt að gera í hverju þema og nú ætla ég bara að sýna eitthvað þetta. Þannig fer maður inn og það eru hugmyndir, það komið eitthvað og við skoðum bara til dæmis föt, opnum þetta og þá komnar hugmyndir einhverjar bækur, einhver sönglög, einhverja leiki, hvað hægt að gera í smiðju og til dæmis hvað hægt að gera í þessum snjallforriti sem við erum einna helst að nota. Og þetta uppfærist svo bara, svo allt í einu eignumst við nýja bók eða dettur eitthvað annað sniðugt í hug og þá bara uppfærum við þetta. Þannig að þarna allavega hægt að fá einhverjar hugmyndir. Já. Var einhver spurning? Nei, þá bara höldum við áfram. En orðaleiksíðan sem sagt mjög aðgengileg, bæði handbókin og kennsluupplýsingarnar og það hægt að fá tilbúið námsefni sem ætti að nýtast bæði í leikskólum og grunnskólum. Við höfum sem sagt lagt áherslu á þessa viðbótarmálörvun fyrir börn sem að læra íslensku sem annað mál. Og þau fá auka málörvunartíma í leikskólan þar sem við erum að æfa íslensku í litlum hóp en auðvitað náttúrulega lögð bara áhersla á málörvunni dagsins önn. Það sem okkur fannst mjög mikilvægt þegar við vorum að byrja, það að vera með bara þema fyrir hvern mánuð. Byrjum alltaf í september þegar sérkennsla hefst og svona, þá byrjum við með dagskipulagið af því að við erum kannski með ómálga börn eða börn sem eru að byrja í leikskóla og þá þurfa þau að læra inn á þessi orði eins og fara að borða, fara í forstofu og þetta sem við erum að gera dagsdaglega. Og við prentum út
þessar myndir líka, skrifum jafnvel inn á ensku, foreldrar geta fengið það með sér heim og þá rætt daginn með börnunum heima á sínu móðumáli. Og það hefur alveg verið góð styrkinga því þá eru börnin fljótari að tengja við orðaforðan í leikskólanum. Þessi viðbótarmálurinn, við notum náttúrulega mikið sjónrænt dagskipulag og ég hef notað Book Creator til að búa til þessar myndir, það mjög aðgengilegt og þægilegt og þetta notað bara í öllum skólanum. Þau stimplas inn og út, við erum með sjónrænt skipulag fyrir hverja deild og við erum eins með fyrir börn sem eru með sérkennslu og þar eru notuð kannski einhver sérúrræði þar sem þú ert annaðhvort að loka niður eða taka af myndir, þannig að það er hægt að nýta þetta á mjög þægilegan hátt. Starfsmenn deildanna, þeir skipta með sér þessari tvítengismálorðin 1 mánuði senn. Og það líka svolítið mikilvægt að allir taki þátt í þessu, þannig að það sé ekki bara einhver einn sem bara í þessu, heldur að þetta skiptist á milli og einhvern veginn þetta verði allir starfsmenn taki virkan þátt og þegar nýtt starfsfólk byrjar þá setjumst við svolítið niður með þeim og komum þeim inn í þessa vinnu og hvernig hægt að gera. Síðan sinni ég þessari sérkennslustöðu sem tengist þessari tvítengisvinnu og ég tek börnin þá til viðbótar við það sem kennararnir gera. Og við leggjum áherslu á að hafa frekar stuttarstundir, markvisst og á hverjum degi. Og auðvitað koma upp tímabil þar sem að eitthvað í gangi og kannski erfitt að finna þennan tíma, en þá reynum við að vera meðvituð og gera þetta markvisst, að grípa stund í forstofu, við matarborðið, í útiveru eða það sem hægt. Þannig að það svo víða hægt að sinna málurinn, bara að maður pínu meðvitaður hvernig maður að vinna þetta. Og síðan líka sérkennslu teymið í leikskólanum að það eru náttúrulega nokkur börn sem eru kannski með sértækan vanda og þau fá þá einnig viðbótarmálorðin og þannig að þau eru að fá ágætis málorðin hjá okkur og það náttúrulega sýnir sig að þessi endurtekning skiptir svo miklu máli. Við höfum námsgögn tengd hverju orðaþema aðgengilegt kennurum á hverjum tíma og ég sé þá að tína í svona körfin og bókasafni hjá okkur, einhverja bækur, myndir, spil, dýr eða hvað sem manni dettur í hug. Þannig að þegar kennari sem að sjá málurinn þennan mánuðin, þá getur hann bara gripið körfuna og eða eitthvað úr körfunni og skila þessu aftur. Þannig að það ágætt að hafa einhvern sem getur aðeins flýtt fyrir þannig að tíminn nýtist betur og því það er náttúrulega mjög mikilvægt. Og eins þetta að aðlaga setningaskipan og orðaforðan að getu barna. Ef þú ert með barn sem að læra íslensku, þá þurfum við svolítið að passa okkur að vera ekki að tala of mikið. Við erum svolítið gjörn á að gjamma. Jæja, drifðu nú að farðu og náðu í pollabuxurnar. Já, maður komin í að tala en maður þarf að einfalda þetta og náttúrulega bara ná í pollabuxur. Flott. Og svo getur maður bætt við, þetta eru gular pollabuxur. Þannig að maður styttir setningar og ekkert að flækja málið. Og að sjálfsögða nota snjalltæknin og hafa námsefnið eins fjölbreytt og hægt er. Við notum Osmo dálítið. Við erum heppin á Auðavelli og það eru allir kennarar með spjaldtölvur, notum þær mikið í skráningar og bara í allri vinnu. Og eigum nokkur sett af Osmo og erum bæði náttúrulega að nota Word og Tangram og Monster og fleiri, en í máluruninni nýtist Word best og þá erum við með 3 þemu sem eru tilbúin til dæmis á vegum orðaleiks. Það er bæði föt, grænmeti og ávextir. Það hægt að finna fleiri borð á íslensku sem hægt að nota. Og við höfum svolítið gert það hjá okkur á elstu deild sérstaklega að taka ljósmyndir af börnunum og gera eitt svona borð með nöfnunum þeirra. Og þá þau að æfa sig að finna stafinn og maður getur byrjað með upphafsstafinn og síðan á að finna alla stafina. Og þarna sjáum við að þau eru að vinna með þema föt og þarna eru þau að finna bara upphafsstafinn. Þannig að Osmo hentar mjög vel. Tangramið hentar líka því þá er þetta að tala liti og form. Þannig að það er hægt að nýta þetta. Bitsport svo það forrit sem ég nota allra mest. Og það er alveg
ótrúlega hentugt í málarun. Það eru svo margir valmöguleikar. Það nú þegar til mikið að tilbúin efni á íslensku. Orðaleikurinn með svo kallan bekk eða svona klass sem hægt að bara sækja aðgangað og þar inni eru þá verkefni tengd orðasöfnunum og auðvelt að búa til eigin námsefni og eins hægt að aðlaga verkefnin að aldri barnanna. Þannig að það hægt að nota þetta forrit fyrir alveg yngstu börnin líka, þá velum maður bara einföldustu valmöguleikana og það sem svo ágætt að með því að hafa hljóðið, sem sagt kveikt á hljóðinu og þá náttúrulega eru það að fá alltaf þessa endurtekningu sem að svo mikilvæg. Þannig að ef að þið þekkið ekki forritið Bitsport nú þegar, þá það bara mæli alveg eindreið með því. Og það hægt að sækja þá að finna orðaleik þar inni, MSHA orðaleikur, og þar inni það hægt að fá aðgang að orðasafni sem hentar. Og það hægt að velja púsluspil, það jöfnuspil, þú getur verið að spora og flettispjöld. Þannig að það alveg ótrúlega þægilegt og eins fljótlegt að búa til eigin borð eða verkefni ef maður með börn sem ef það hentar betur. Svo erum við líka að nota til að finna Bluebot og það alveg ótrúlega skemmtilegt. Nú veit ég vonaði að sjá myndina nógu vel en það við erum með glæran dúk sem eru bara reitirnir eru á. Við setjum myndir undir og þú getur verið með spil. Við erum þarna að vinna með föt því það þema í þessu mánuði. Þá fengu þeir fyrsta verkefni, krakkarnir eru að fara út að leika, það rigning, í hvaða föt eiga krakkarnir að fara. Og þeir fundu réttu viðeigandi föt og svo raða þeir sjálfur undir dúkinn og svo þurfa þeir að ákveða í hvað þeir ætla að fara fyrst. Og þá forrita þeir kalla þetta tölvumús hjá okkur og þá forrita þeir músina og senda hana að sækja þá þau ætla að fara fyrst í ullapeysuna og svo að fara í pollabuxur. Og í raun og veru að nýta með þessu allan bara spil, myndir, para saman ljósmynd og upphafsstaf. Þú getur verið með myndadúkku og bókstafinn D. Það hægt að fara í röð aðgerða, bókstafi í nafni, það að gera þetta og á sama tíma ertu að vinna með forritununa. Og yngstu börnin eru bara að senda músuna áfram einn reit í einu en eldri börnin eru að senda hana lengri leið. Þannig að ef þið eigi Bluebot þá mæli ég alveg með því að prófa þetta í málarun og reyna að láta þau spreyta sig á þessu saman. En þá það spurningin að þegar nú tíminn alveg vera búinn. Hvað geta leikskólarnir gert? Það þetta að auka fræðslu, skoða hvað verið að gera og nota efnið sem til í skólanum. Ég mæli með að vinna með þemu. Það þarf að tengja þetta við þekkingarheim barnanna og fara sérstaklega í orðaforða sem kemur ekkert endilega fyrir í leikskólanum. Þau geta nefnilega blekkt okkur, þau kunna leikmáli, þau kunna leikföng og þess áttar, en svo þegar þau komið grunnskóla þá vantar kannski alveg orðaforða fyrir heimilið, búsáhöld og þess áttar. Og eins að reyna ef það hægt að lesa fyrir þessa krakkastuttabækur og bjóða upp á þessi samskipti. Hvað leyfa þeim að tala og tjá sig söguna. Af því það að fá þau til að tjá sig í litlum hóp náttúrulega gríðarlega mikilvægt. Og þau tjá sig frekar í litlum hóp en stórum. Nota snjalltæknina, hvetja foreldrann til að nota móðurmálið af því það mikilvægur grunnur. En það sem skiptir mestu máli það þetta að vera opin fyrir fjölmenningarlegu samfélagi. Og þetta viðbótarvinna, já. En með því að hagra þessu pínu þá þarf þetta ekki að vera svona gríðarlega íþyngjandi og bara skemmtilegt. Og líka þetta að muna það þó að þið vanti færni á einu tungumáli þá getur hann verið til staðar á heimamálinu. Hérna svo bara mynd sem sýnir svona dagskipulag. Þetta fyrir krakka á elstu deild. Þá notum við þessar myndir og þessar myndir eru aðgengilegar inn á orðaleiks heimasíðunni. Þannig í forstofunni, hvað á að fara í. Þannig á yngri deild, þá taka þau niður hverja mynd fyrir sig þegar sá atburður liðinn. Þetta á yngstu deild. Hérna hauslaus kennari. En við erum með svona myndir hálsinn og þegar við erum þá að tala við þessi börn, þá styrkjum við skilaboðin með því að nota
myndirnar. Við erum að fara í forstofu, þá sýnum við myndina forstofu. Við erum að fara að borða, sýnum við mynd af því að borða. Og þetta var nú bara heimasíða.